splunkunýr Mercedes-Benz EQB, glænýr bíll frá Mercedes sem kemur verulega óvart. Þetta mjög skemmtilegu bíll, hann byggður á palli EQA bílsins. Þá erum við að tala frekar lítinn bíl, en plássið alveg nægt í þessum bíl, myndum við að segja. Rafhlaðan í þessum bíl, hún hvorki meira né minna, en 66,5 kWh. Það ekki svo lítið fyrir bíl af þessari stærðargráðu. Ef hann í framhjáhaldrifi þá hann að fara svona allt að 474 km. Ef hann í fjórhjóladrifinu og fjórhjóladrifin bíl þá hann að fara 419 km. Allt samkvæmt VFLDP-stallinum. Þessi bíl sem við erum á hér, hann 4MATIC, fjórhjóladrifin, og hann notar fjórhjóladrif bara þegar hann þarf á því að halda. Það tölvubúnaður sem sér það, kveikja og slökkva á drifinu. Jæja, þá erum við komin hérna inn í þennan glæsilega Mercedes-Benz EQB. Maður segir bara eins og þegar maður var lítill strákur að skoða bíla. Hei, pabbi, upp í hvað kemst hann? Ég bara í miður veit það ekki. En það skiptir svo sem engu máli því að það bannað að aka svo hratt hér á Íslandi. En þessi bíll ansi skemmtilegur í akstri. Stýrið næmt, hann mjúkur, þéttur. Það rosalega gott að sita í þessu framsæti. Setan nær vel hérna undir hnésbæturnar sem gerir það verkum að það fer rosalega vel hann í bílnum. Eina sem mér finnst alltaf óþægilegt það að vera með miðjustokk sem truflar á mér hnésbæti eða hnén hérna. En það nú varla hægt að kvarta yfir því í þessum bíl. Hér þessar rosalega fallegu túður hérna sem setja mikil svip á mælaborðið, og það þetta afþreyingarkerfi hérna og hvað maður segja, tölvukerfi í þessum bíl sem þannig úr garði gert að það lærir á þig. Þetta kerfi heitir MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Þetta kerfi sem lærir á þig. Þannig að ef þú gerir eitthvað dagsdaglega í þessum bíl sem þú vön eða vanur, og þá stillir hann sig eftir því, hann lærir á hvað þú ert að gera. Hér höfum við svona trackpad eða músaborð, og hér hægt að gera alls konar hluti sem án þess að þurfa að líta mikið af stýrinu, eiginlega bara ekki neitt. Það sem mér finnst alveg geggjað í þessum bíl, svo ég noti það skemmtilega orð enn og aftur, að það raunverulegir takkar hérna. Fyrir þá sem ekki vilja vera með fingurnar í skjánum, raunverulegir takkar hérna til þess að ýta á og stýra stjórntækjunum með. Hérna erum við síðan með hvorki meira né minna en 495 lítra farangursgeymslu. Það hægt að fá hann nota bene með 7 sætum þennan bíl. Að sjálfsögðu það bara fyrir börn. Ég viss það ef að ég færi inn í öftustu röðina, sætaröðina, þá kæmi ég ekkert út úr þessu bíl aftur, nema þá að fara með mann á vegstæði eða eitthvað svoleiðis. Þegar sætin niðri í honum þá minnkar farangursgeymslan ykkur að 30 lítra, það 465 eitthvað svoleiðis. Svo rafdrifin afturhleyri á þessum bíl allavega, og allur frágangur á bíl sem þessum rosalega flottur. Þetta Mercedes-Benz. Það fallega felgur á honum, það allt mjög þétt þegar maður lokar, það æðislega leðurinnrétting í þessu. Það allt í þessu sem þarf, það skínvættur hraðastillir, það bremsuaðstoð, það akreinastýring, það blindtornaviðvörun og allt þetta sem við sækjumst eftir í bíl í þessum flokki. Þessi bíl sem við erum á núna, hann 290 hestöfl. Síðan framdrifsbíllinn sem kallaður 300 bíllinn, EQB 300, hann cirka 228, tæp 230 hestöfl. Og við höfum verið að keyra hana bíl svolítið og stigum aðeins á orkugjöfuna, og ég get ekki annað en fundið að hún virki mjög vel. Það alveg yfirdrifið nægt afl í þessu. Það mjög þægilegt að aka honum stýrislega, hann mjög mjúkur og þægilegur í stýrinu. Hann með mjög fína fjöðrun líka, þessi bíl. Hann getur tekið við 100 kW á klukkustund í hraðhleðslu,
en 11 kW í heimahleðslu. Þannig að í hraðhleðslu er hann svona cirka 40 mínútur að hlaða sig frá 10 upp í 80%. Ef við erum heima fyrir þá erum við kannski einhverja 5-6 tíma að hlaða hann. Þetta gerum við það yfirleitt yfir hvíldartíman okkar eða á nóttunni eða eitthvað slíkt með heimahleðslustöð sem að hleður cirka 11 kWh inn á batteríið í senn. Eina sem að ég gæti hugsanlega fundið að, og við Gulli vorum að ræða hérna áðan, að það er svolítið lítil framrúðan. A-bitinn hérna er pínu finnst mér að draga úr útsýni, en ég er náttúrulega mjög hávaxinn. Ég gæti kannski stillt sætið þannig að það væri ekki svona hátt, en þetta er það eina sem maður kannski gæti fundið að. Að öðru leyti finnst mér þetta alveg frábærlega velheppnaða bíll og við Gulli erum alveg sammála því. Og já, við segjum bara Mercedes-Benz til hamingju með þennan glæsilega rafbíl. Eitt kannski að lokum sem að við viljum segja, að þeim hefur tekist ákaflega vel, Mercedes-Benz, að útbúa þennan bíl, sem sagt, hann er byggður upp úr bensínbíl. Hann er byggður á svipuðum grunni og bensínbíl, eldri típa, og rafhlaðan sett neðst í bílinn. Það kemur ekki að sök. Þú situr alveg þrælvel þarna aftur í, mjög gott pláss í aftursætunum, og já, það er bara, þeim hefur tekist mjög vel til með þennan bíl. Og við segjum það gott hérna frá Hellisheiðinni.